Ágætu Akureyringar, kæru landsmenn. Gleðilega hátíð, gleðilegt nýtt ár. Aðventan annasamur tími hjá mér eins og flestum. En þegar að stund gefst milli stríða, þá finnst mér gott að fara yfir það í huganum sem ég og má vera þakklátur fyrir. Ég hugsa allt það frelsi sem við Íslendingar höfum til athafna og þá umgjörð sem við getum búið börnunum okkar. Ég hugsa það hvað við erum heppin að mega búa á Íslandi. Þrátt fyrir karp í dagsins amstri menn og málefni, hnútukast á milli stjórnmálamanna, ríg á milli ólíkra þjóðfélagshópa, þá enn til staðar þessi sameiginlega taug sem fær okkur til þess að standa saman þegar í harðbakkann slær. Við vitum að okkar ægifagra íslenska náttúra sem dró að sér rúmlega 1 milljón ferðamenn á síðasta ári getur líka verið hrjúf, óblíð og grimm og þegar hún heggur skörð í þann litla hóp sem íslensk þjóð þá erum við sem einn maður, ein þjóðarsál. Stríð þekkjum við ekki nema afspurn. Við sjáum hörmungar í fréttatímum sjónvarps og verðum jafnvel hálf ónæm fyrir þeim ósköpum sem að dynja látlust yfir aðra þjóðir. Við kippum okkur lítið upp við að sjá öll vígatólin, hrundar byggingar og kort af átakasvæðum. Það ekki fyrr en við mætum saklausum barnsaugum og sjáum fólk í neyð að doðinn rennur af okkur og við fáum eitthvað skynbragð á ástandið. Hjálparvana börn láta engan ósnortinn. Í einhvers konar mótsögn við fjarlægð á milli menningar heima hefur tækniþróunin á sama tíma minnkað fjarlægðina á milli þjóða. Við erum hreyfanlegri og snertifletirnir fleiri. Stundum talað heimsþorpið, þar sem allir verða að taka tillit til annarra. Sameiginlega jörð með sameiginlega hagsmuni allra. Í ljósi þessa hljótum við öll að láta okkur varða hörmungar annarra þjóða. Íbúar heimsþorpsins þurfa að standa saman, líkt og Íslendingar hafa gert þegar óblíð náttúran lætur til sín taka og neyðin mest. Við þær aðstæður spyr enginn aðra forgangsröðun. Ég snortinn af því að Akureyringar skyldu strax bjóða fram aðstoð sína þegar til umræðu kom að taka á móti flóttafólki frá hinu stríðshrjáða Sýrlandi. Hingað komu í byrjun árs 4 fjölskyldur, foreldrar, amma og 14 börn á aldrinum 7 mánaða til 17 ára. Við gerum okkur almennt ekki fulla grein fyrir þeim ósköpum og þeim áskorunum sem að fjölskyldunar hafa staðið frammi fyrir. Það því sérstaklega gleðilegt að vita hve mikill fjöldi bæjarbúa hefur gefið sig fram við Rauða krossinn til þess að gerast sjálfboðaliðar og ekki þurfti að leita lengi eftir stuðningsfjölskyldum. Fleiri fjölskyldur en þurfti til buðu strax fram krafta sína. Markmið okkar allra það eitt að koma flóttafólksins til bæjarins geti gengið sem best fyrir sig og það finni til öryggis, geti einbeitt sér að því að byggja upp fjölskyldulíf og noti þess friðar sem það hefur þráð svo lengi. Það ákaflega traustvekjandi að finna fyrir slíkri samstöðu þetta göfuga verkefni meðal bæjarbúa. Mér langar í þessu samhengi að nefna að þeir 24 flóttamenn sem að Akureyringar tóku á móti árið 2003 frá fyrrum Júgóslavíu búa hér allir enn og hafa aðlagast samfélaginu eins og best verður á kosið. Nýleg rannsókn sem að unnin var á vegum Háskólans á Akureyri sýnir ennfremur að innflytjendum líður vel í bænum. Þeim finnst hann vera öruggur og þægilegur. Þeim finnst umhverfið fallegt og þeir telja að öll nauðsynleg þjónusta sé til staðar. En samstaða heimsþorpsins skiptir ekki aðeins máli þegar að ófriður geisar á afmörkuðum landsvæðum. Því eins og áður segir, þá afkoma okkar háð náttúrunni. Flest bendir nú til þess að ef ekkert verið aðgert, þá veðurfar á jörðinni eftir að breytast við stigvaxandi hraða á næstu árum og áratugum. Og það líkt á með stríðin sem að hrekja fólk á flótta vítt og breytt heiminn, að breytt veðurfar, hækkandi hitastig, hamfaraflóð og önnur tengd óáran að mestu leyti að mannavöldum. Ég sat á dögunum ársfund samtaka sveitarfélaga í Evrópu sem að þessu sinni var haldinn í tengslum við loftslagsráðstefnuna í París. Í þeirri miklu heims- og menningarborg var fundað stíft og tekist á hagsmuni þjóða
í eins konar línudansi framtíð mannkyns. Skuggi grimmúðlegra hryðjuverka sem að framin höfðu verið í borginni skömmu áður hvíldu yfir eins og skuggi en menn létu þó engan bilbug á sér finna. Á fundinum í París áttu allir þátttakendur mikilla en oft ólíkra hagsmuna að gæta. Hins vegar held ég að öllum hafi verið ljóst að á endanum eigum við þá grunnhagsmuni sameiginlega að komast af, að lífið haldi áfram á jörðinni og að loftslagsbreytingar setji ekki það vistkerfi sem við þekkjum úr skorðum og stofni öllu lífi í hættu. Okkur hlýtur að bera skylda til að verja hagsmuni framtíðar barna á jörðinni. Fari allt á versta veg, þá höfum við sólunda framtíð komandi kynslóða og við slíkar aðstæður eru þau stríð sem nú geisa í heiminum aðeins sýnishorn af þeim átökum sem að brotist gætu út. Margt smátt gerir eitt stórt og með samtakamætti eigum við möguleika á að vinda ofan af þeim loftslagsbreytingum sem hafa nú þegar látið á sig kræla og eru í farvatninu. Viðsnúningur þessarar þróunar kallar á breytt hugarfar. Kallað er eftir vitundarvakningu og allir þurfa að leggja sitt af mörkum. Bæjarstjórn Akureyrar hefur sett sér þar markmið að Akureyri verði kolefnishlutlaust sveitarfélag á allra næstu árum. Við viljum vera umhverfisvænt, grænt samfélag. Og ýmislegt hefur nú þegar verið gert sem miðar að þessu markmiði. Í bænum er frítt í strætó sem að stuðla ætti að minni notkun einkabílsins sem getur dregið mengun. Við höfum sett upp sérstök vistorkubílastæði þar sem að ökutæki knúin hreinum innlendum orkugjöfum njóta forgangs. Við höfum lagt stóraukna áherslu á að leggja nýja göngu- og hjólreiðastíga, stutt framleiðslu metans og lífdísils og byggingu jarðgerðarstöðvar. Þá er Akureyri einn þeirra bæja á Íslandi sem lengst er á veg kominn við flokkun heimilissorps og úrgangs frá fyrirtækjum. Það er mikil gerjun á þessu sviði hjá okkur og stórt skref að stigið með stofnun félagsins Vistorku á síðasta ári. Eitt af markmiðum Vistorku er að tryggja betur rekstur lítilla og ef til vill brothættra nýsköpunarfyrirtækja á sviði endurvinnslu og endurnýtingar. Þegar kemur að því að reyna að snúa við þeirri þróun sem að orðið hefur í loftslagsmálum verður eitthvað staðar að byrja og það er gömul, sannindi og ný að til þess að breyta heiminum til batnaðar er farsælast að byrja á sjálfum sér. Góðir akureyringar og aðrir landsmenn, í mínum huga og vonandi sem flestra ykkar eru jól og áramót góður tími. Þá gleðst fólk yfir því að sólin fer senn að hækka á lofti, það iðkar sína trú eða upplifir hátíðina á eigin forsendum og samverustundirnar með fjölskyldunni eru dýrmætar. Njótum þess að vera í góðum samskiptum við okkar vini og fjölskyldu á nýju ári. Hugum að velferð barnanna, stöndum ævinlega vörð æsku þeirra og fölskvalausa gleði. Munum líka eftir þeim sem að eigum sárt að binda, þeim sem eru einir eða eiga ekki nein hús að venda. Hafa mist nána ástvini og kljást við söknuðinn og sorgina. Árið 2016 boðar nýtt upphaf og ný tækifæri. Bærinn okkar heldur áfram að vaxa og dafna. Við bjóðum nýja íbúa velkomna til þess að njóta þess sem að Akureyri hefur upp á að bjóða. Hvort sem fólk kemur frá öðrum landslutum, nágrannalöndum okkar eða framandi slóðum. Ég bind vonir við að nýja árið verði okkur gæfuríkt og muni styrkja Akureyri á allan hátt. Bærinn, sem hefur verið kallað höfuðborg hins bjarta norðurs, er miðstöð menningar og þjónustu við allar landsbyggðirnar og með bættum samgöngum í lofti og á láði með þetta hlutverk okkar verða æ sýnilegra og mikilvægara. Við þurfum að bera höfuðið hátt, stuðla betri framtíð mannkyni öllu til heilla og brosa framan í heiminn. Eða eins og skáldið sem að verðskulda hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskara tungu árið 2000 orðaði það: ef þú smælar framan í heiminn, þá smælar heimurinn framan í þig. Framtíðarsýn okkar akureyringa er björt. Við skulum fara að ráðum megasar og smæla framan í heiminn. Ég óska ykkur öllum gleðilegrar hátíðar, árs og fríðar.